Öldin hennar, 1956. Ásýnd Alþingis var ansi karlleg fyrstu áratuginn eftir að konur fengu kjörgengi og kosningarétt. Fram að árinu 1956 höfðu aðeins 5 konur sest á þing. Það er hægt að segja að það hafi verið mikill skortur á konum í hópi alþingismanna. Það var enginn í mínum flokki, Sjálfstæðisflokknum, sem ég hafði nú starfað í lengi með ungum sjálfstæðismönnum. Þá komast mér að þeirri niðurstöðu að það vantaði á framboðslistan bæði fulltrúa unga fólksins og fulltrúa kvenna. Og það vildi svo til að ég var bæði á þeim aldri sem spurt var og kona, og ég var starfandi töluvert í félagsmálum á þessum árum. Ég var búin að gera mig grein fyrir að þetta yrði mjög sérkennilegt og var alveg búin að brynja mig í huganum gagnvart því. Ég var eina konan og ég var svo ung í hópnum. 1959 þá kom Auður Auðuns á þingið. Já, við hlutum aðeins 2 konur kosningu þá. Ég og Ragnhildur Helgadóttir sem var fyrir þá á þingi. Og ég var þá 7. konan í röðinni sem hafði hlotið kosningu á þing á þeim 44 árum sem liðin voru frá því konur fengu réttindi. Og mér fannst náttúrulega óskaplega mikill munur að þegar Auður var komin og þó hún væri 20 árum eldri en ég, þá var hún svo, hún var bara svo góð og svo mikil fyrirmynd og ég eignaðist mjög góða vináttu hennar og gat leitað til hennar og treyst á allan veg. 71 þá vorum við 3 konur mjög ofarlega á lista í Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Og það var eiginlega svona kjörorð á sumstaðar að þær 3 á þing. Það var auk mín var það Auður og Geirþrúður Bernhöft. Við Auður fórum báðar inn í hópnum og Geirþrúður var fyrsti varamaður Reykvíkinga sem eru það margir að hún var eiginlega alltaf öðru hvoru inn á þinginu það kjörtímabil. En það voru ekki margar, svo var hún Svava Jakobsdóttir á þingi, svo voru ekki neinir hópar kvenna fyrr en þó nokkuð seinna. En 1970 til 71 hafði Auður verið ráðherra, hún var dómsmálaráðherra og það var því miður ekki nægilega langur tími sem hún var það en. En 1983 þá verður það í annað skipti sem að kona verður ráðherra. Þá varð ég menntamálaráðherra. Annars má segja að stærsta málið sem ég átti við í menntamálaráðuneytinu var það að létta af einkarétti ríkisins til að reka útvarp og sjónvarp. Og það var eins og fleiri mál sem eru stóra, það var mjög erfitt að koma því í gegn, en það komst í gegn. Til næsta fundar verður boðað með dagskráfundur með slitið. Þetta skiptir nú bara hvorki meira minna en því mál að þjóðin á ekki fulltrúa á þingi fyrir að öllu leyti nema að konur séu þar. Þannig að það er alveg ljóst, konur eru helmingu þjóðarinnar og margt sem þær sinna kannski örlítið á annan hátt heldur en karlar og það er gjörsamlega nauðsynlegt lýðræðinu og sjálfsagður hlutur að þær séu á þingi og öðrum stjórnunarstörfum.